Skattheimta íslenska ríkisins á olíuvinnslu verður sú hæst í heimi, segir stjórnarformaður Econ í undirbúningi stofnun Íslensks olíufélags. Skattheimtan sem íslenska ríkið hyggst leggja á olíuvinnslu verður sú hæsta í heimi ef tekið tillit til endurgreiðslna sem norska ríkið býður þar í landi. Þetta staðhæfir stjórnarformaður Econs. Ríkisstjórnin undirbýr nú stofnun Íslensks ríkisolíufélags. Kristján Már Unnarsson tekur við. Nú kínverskt ríkisolíufélag komið í olíuleitina, líka norskt ríkisolíufélag en ekkert íslenskt ríkisolíufélag. Alþingi lögfesti raunar fyrir 5 árum heimild til stofnunar ríkisolíufélags í líkingu við hið norska Petró, sem í fyrst og fremst rétthæfi sérleyfa en ekki beinum rekstri líkt og Statoil. Nú hyggst ráðherra íslenskra olíumála fylgja málinu úr hlaði með sérstöku frumvarpi. Ég vonast til að geta lagt það fram til kynninga núna á þessu þingi og svo til afgreiðslu vonandi á komandi þingi í haust. En kannski stóra spurningin hjá mörgum nú þegar búið að ráðstafa fyrstu leitarlögunum, hvað gæti þetta þýtt fyrir ríkissjóð? Stjórnarformaður Econ segir að það verði íslenska ríki sem græði mest allra. Og þá ekkert land í heiminum sem að bjóða út svona leyfi sem með hærri skatta á það sem finnst, nema Noregur. En Noregur á móti líka borgar stærstan hlut af leitarkostnaði. Það má rifja upp að norskur olíusérfræðingur taldi fyrsta olíuútboð Íslendinga fyrir 4 árum hafa klúðrast vegna of hárra skatta og talaði reyndar fáránlega há gjöld. Skattarnir voru síðan lækkaðir en virðast enn býsna háir miðað við orð stjórnarformanns Econs. Þannig að Ísland í þeirri stöðu að hinga koma aðilar og hætta eigin fjármunum. Það ekki verið að hætta fjármunum íslenska ríkisins. En ef eitthvað finnst, að þá mun íslenska ríkið taka væntanlega 55% af öllu sem finnst og almenningur nutu góðs af því. Skattheimtan verður einhvers staðar á milli 50 og 60%. En þetta er hæsta skattheimta sem við sjáum alþjóðlega, þrátt fyrir að ríkið taki ekki neina áhættu og taki ekki þátt í leitarkostnaði. Olíulindin Bergþór á Drekasvæðinu er talin geyma 1 milljarð tunna skatttekjur upp á eina þjóðarframleiðslu að mati Econs. Sérfræðingar Econs Energy hafa afmarkað líklega af olíulind á Drekasvæðinu sem þeir kalla Bergþóru. Staðfesta þar með borunum að hún sé til staðar en stjórnarformaður Econs segir að lindin sé talin mjög stór og geymi alltaf 1 milljarð olíutunna. Kristján Már Unnarsson veit meira. Á fundi sem félag viðskiptafræðinga og hagfræðinga stóð fyrir tækifærin í olíuiðnaði skýrði stjórnarformaður Econs frá því að sérfræðingar félagsins hefðu skilgreint stóra olíulind í lögsögu Íslands. Og ef þetta lind sem að þessari stærðargráðinni, 1 milljarður tunna, þá hún þess virði að fara á eftir henni vegna þess að hún væri mjög stór í alþjóðlegu tilliti og gæti gefið af sér mjög mikla tekjur. Lindin hugsanlega hefur fengið vinnuheitið Bergþóra. Hún á sérleyfi undir forystu Íþaka og gæti tekt sig yfir í lögsögu Noregs. Econs menn hafa áætlað hvað þessi eina lind gæti skilað ríkinu í skatttekjur. Þetta gæti gefið yfir 20 ára tímabil hartnær þjóðarframleiðslu, svona 80-90% af íslensku þjóðarframleiðslunni. En auðvitað kæmi þetta inn yfir langt tímabil. En ég segi aftur, við vitum ekki hvort að olían er þarna, en ef þetta reynist rétt hjá okkur, þá gæti þetta orðið svona. Og Bergþóra gæti verið enn stærri. Já, það eru erlendir aðilar sem við höfum verið að vinna með, sem vilja meina að hún gæti verið alltaf 3 milljarðar tunna. Og þá náttúrulega uppgripin enn meiri. Áætlanir sem þessar segir Heiðar ekki skotið í loftið heldur byggðar á rannsóknargögnum. Bæði kínverska ríkisolíufélagið og hið norska sem hafa komið með okkur. Þau kemur ekkert að þessu nema vegna þess að þeir treysta þeirri vinnu sem liggur til grundvallar. Á fundunum fjallaði Gunnar Karl Guðmundsson möguleika Íslendinga á Grænlandi. Við verðum alltaf átt okkur á því þegar við komum að Grænlandi að þeir verða að fá ráðið svo sínum eigin forsendum. Hann hvatti til þess að fríverslunarsamningur yrði gerður milli landanna. Við eigum bara að vera þarna og hlusta á þeirra þarfir og þeirra væntingar og reyna að uppfylla þær.